Ég er 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það er löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn er spegill sálarinnar. Ok. En ég myndi vilja kveikja á þessu kerti af því að mér finnst það eigi að vera alltaf svona Ég held að vera ljós. að kveikja kertinu bara á gasheldavélinni, Halldóra. Ok. Vegna þess að, já, það er eins og kveikjarar hverfi á þessu heimili. Þetta er rosalega lágt kerti þannig að það sést ekki mynd fyrir þá sem að... En þú veist að, Dóra, Ertu búin að sjá? fólk mun finna fyrir þessu kerti. Já, Þó það sjáu það ekki. Nei, það finnir. En á ég að segja þér hvað er sorglegast af öllu? Hvað? Ég finn ekki nýju flottu lesgleraugu mín. Sem þú varst að fá? Já, ég held að ég sé búin að týna þeim. Þessi bleiku? Já, og ég er eyðilögð, sko. Ég held ég hefði komið með þau hérna heim til mín á haustnum, en nú bara á föstudaginn og ég finn þau ekki. Og ég er búin að hringja á staðina sem ég var og ég er bara... Þannig að, kannski skrítið fyrir þig að ég sé með sólgleraugu, Já. en ég er sérstætt með sólgleraugu mín sem eru líka lesgleraugu. Já. Þetta er ekki bara því ég vilja vera meira cool en þú, sem ég auðsjálega vill vera. Já. En ég ætla nefnilega líka að koma með sólgleraugu mín, sem eru líka með lesgleraugu, til þess að, til þess að sýna þér hvað ég er cool með þau, en ég glemdi þeim heima. Ok. En þau Heyrðu, en það eru helgir dagar. Já, nú... Helgar nætur, Helgvika, helgi, og píslarganga. Píslargangan, upprisa upp úr moldinni, koma fræin, vorið og við vorum búin að ákveða í þetta skipti hvað bóku við ætlum að hafa. Það er náttúrulega bara komið að biblíunni aftur, sko. Já. Þú veist, fyrir jólun aftur Veistu núna. það að fólk fer oft bara aftur þangað. Það er mikið. Skilurðu? Já. Og hérna... Það eru oft einu bækurnar sem eru til á, þú veist, hótelum, spítölum, fangelsum. Já. Það var þetta fyrsta bókin sem fólk gerir. Heyrðu, í brúðkaupsferðinu minni þá fórum við Nikkó í hestaferð. Brúðkaupsferðinni okkar, Nikkós. Nei, ég vinna allir takja eftir. Í brúðkaupsferðinu minni. Þegar Dóra gifti sig og fór í brúðkaupsferðina að sína. Já. Heyrðu, þá fórum við hestaferð og vorum á hótel einhvers staðar á Snæfellsnesinu. Og þá opnuðum við skúffuna á herberginu sem við vorum á og þar var biblía, tók hana upp og opnuðum hana random og þá fórum við beint á hérna staðinn hérna Marta, Marta, mikið mæðist þú. Og það hefur svona verið með okkur, svona eins og svona, að því að Marta... Eins og fylgitungl, þessi texti. Já, út af því að María settist niður þegar Jesú og lærisveinarnir voru að tala saman, en Marta var alltaf að færa þeim matinn og færa þeim og eitthvað svona. Svo sagði Marta við Jesú, ég er bara svolítið fúlið því Jesú að María bara situr hérna og fær bara að hlusta á þig og vera með ykkur strákunum og bara ná allri spekin inn og meðan ég er bara í eldhúsinu og elda og eitthvað svona. Og þá sagði Jesú við hana, heyrðu, Marta, Marta. Mikið mæðist þú. Hún hefði alveg getað sest líka sko, og hlusta. Það var enginn sem sagði henni að fara fram í eldhús. Nei, nákvæmlega. Og meðan að hún var í þessari sjálfskipuðu útlegð inn í eldhúsi, þá var hún alltaf þar að hugsa hvað hún ætti heldur að vera að gera, eða hvað ætti frekar að vera að gera. Og það er alltaf þessi hugsun sem drepur allt, gerir allt leiðilegt. Já, þannig að þetta hefur svona verið í hjónabandinu okkar, bara Marta, Marta, mikið mæðist þú. Þetta er nú eina sem ég kann utan á biblíunni. Býtu, ég séð út með biblíuna að opna og þetta er hvít biblía. Já, sem að ég sagði frá okkur jólin að hann, Bernharður Guðmundsson heitinn, gaf mér hana þegar við Bergur lékum jólaguðspjallið á kirkjudögum í júní. Heyrðu, gaman að minnast á Berg. Já. Af því ég var norðan heiða fyrir nokkrum dögum síðan, þá svo ég Berg á gangi. Já. Ég ætlaði bara að segja það. Já, ég heilsa honum ekki en eitt af því að ég var í bíl og hinum megin við Stóra Akri. Hann náttúrulega leikhússtjóri fyrir norðan, þannig að það er ekki
Það bara... Ég er ekki að segja eins og þetta hafi verið, þú veist, ég sá sebrahest á Seyðisfirði. Nei, það var ekki þannig. Þú sást Berg á gangi. Já, einmitt. Ég er nú frá að hitta hann á Sólheimum. Við ætlum að leika hérna Fúsa sýninguna á Sólheimum á sumardaginn 1. og helgina eftir, klukkan 2. Ég ætla að auglýsa það í þessum hlaðvarpi. Þetta er eina sem ég ætla að gera sem er svona tímabundið. Það eru verða aðeins þessar 3 sýningar hann Fúsa sem var skilinn eftir á Sólheimum þegar hann var 9 ára gamall og var þar í 7 ár að bíða eftir að verða sóttur. Fúsi er að eigin ósk að fara að loka þessum hring með því að leika sýninguna á Sólheimum. Það er algjör sko svona heilunarhringur. Já, þetta er svona eiginlega merkilegasta leikhús sem ég sé lengi. Vegna þess að, já, og sýningin hjá honum Jóni Agnari Jóni var alveg frábær. Já. Og þetta svona eiginlega svona sprengdi dálítið upp leikhúsið því þarna er maður sem augljóslega býr við föllin sem kemur þarna og hann einhvern veginn fær að segja söguna á eigin forsendum og með sínu nefi með aðstoð fagfólks úr leikarastétt og hún snertir mann mjög djúpt og hún snertir mann ekki bara því að hann hefur átt erfiða ævi eða því að hann býr við skerðingar heldur vegna þess hversu einlægur hann er. Og það er bara svo sjaldgæft að maður sjá að fólk vera einlægt. Já, er það? Já, að það sé svona alveg einlægt. Mér finnst það líka orðið sjaldgæft á sviði að sjá svona alveg einlægni og þetta er dálítill vandi, eins og þú veist, sko. En það er líka bara, þú veist, það er einhvern veginn allt svo uppskrúfað þessa dagana. Mér finnst maður varla að geta boðið fólki góðan daginn á þess að maður mæti, þú veist, einhverju svona kjúruterðari setningu. Þú veist, það er einhver svona, fólk er einhverju svona leikham og ég meina maður það sjálfur. Sælablessu, hvað segirðu gott og eitthvað svona. Stundum hugsa ég þegar maður heilsar svona einhverjum að gömlu vana, hugsa maður bara, býtu, af hverju er ég að skrúfa mig upp í þetta energi við þetta? Já, af hverju er ég svona hress? Já, af hverju er ég svona hress? Þú veist, ég er ekki hress. Nei, en ég meina, nema þannig heldur ekki að lama fólk úr leiðundum. Nei. Heyrðu, ég kíkti aðeins í biblíuna heima áðan svona til þess að ég væri undirbúin. Það er gott að setja glöggvað á biblíun. En ég finn ekki það sem að ég fann. En mér langaði sko, af því að ég veit að, ég er svo oft, við Bergur til dæmis gerðum sögu upp úr Píslarsögunni, gerðum sýningu upp úr Píslarsögunni, spunasýningu, trúðasýningu, Barbara Úlfar, Splatter. Þá vorum við gerviblóð og hafragraut og lékum Píslarsöguna og og vissum bara í hvað röð senurnar átt að vera og svo gerðist allskyns. Og meðal annars það sem að kom fram í þeirri sýningu er að Jesú á hund sem er aldrei talað í biblíunni. Og það var það púdl? Já, ég held það hafi verið púdlhundur. Það var Jesú á púdlhund. Og svo þegar við bjuggum til sýninguna Jesú litla, þá gerðum við svona uppstillingar sem voru svona altaristöflur, svo gerðum við eina altaristöflu sem var Jesú og hundurinn hans. Það er brjálæðislega fyndið. Og þá hafa til þess að rugla í guðfræðingunum sem kæmu á sýningunum sem sagði að þarna er fæðingin, að þarna er frelsarinn að vitja Maríu, þannig að þeir myndi alltaf þekkja þetta altaristöflunar, svo allt í einu kæmi Jesú og hundurinn og þá var þetta bara, bíddu, hvaða vers er þetta? Í hvað vers er þetta að vitna? Við urðum að hafa eina og það var enginn spurt okkur út í þetta. Nei, allir guðfræðingarnir verið, já, þetta er kaflið með hundinum. En þá vorum við að vitna sem er ógeðslega fyndið að búa til leiksýningu og vitna í sjálfan sig úr annarri leiksýningu. En það var sem sagt þannig, við uppgöndum það í þessari spunasýningu, við uppgöndum bæði það að Jesú átti hund, púdlhund, og svo líka hitt að þegar Bergur var sem sagt að leika Jesú og var að labba með krossin á öxlinni upp að Golgata og hann hélt svona í krossin og þeir sem horfa á vídeó séu það, hann var með lóan eiginlega svona lokaðan og þá benti Barbara honum á, eða kannski Hermann segði þetta, rosalega er krossin lítill.
hann var bara einu svo herðatré, hann var svo lítill og Úlfar. Af hverju vorkinn á honum? Já, og þá var hann krossfestur þannig að hann setti krossið bara svo niður með svona litlum hamri og svo stóð hann svona með hendurnar eiginlega ofan í gólf. Og þannig var það, Guð, getur þú fyrirgefið mér? Þetta var fyndið, þetta var spunasýning, það gerist ýmislegt á svona spunasýningu. Já, þetta hefur verið alveg óborganlega. Var ég búin að segja þér vinur minn að leigja út húsnæði og þá voru hjón sem eiga von á barni að flytja inn og aðeina og það stendur í leiguskilmálum að það sé bannað að vera með hunda í húsinu. Já. Síðan kom fyrir spurt hvort þau mættu vera með, fá sér lítinn púdl. Já. Og kunningi minn sagði, já, ég skal skoða þetta, sendi mér mynd af kvikindinu. Já. Þá senda þeim, þau segi, já, þetta er bara svona lítill púdl. Ok, svo senda þeim mynd af alveg stórum púdl í fullustæði við hliðinu á alveg óðbóðslega feitri konu. Já, það var að reyna svona aðeins að ruggla í hlutvöllunum. Ruggla í hlutvöllunum, mér finnst þetta svo ógeðslega gott ráð hjá þeim. Það er fyndið. Fenguð að hafa hundinn? Veistu Tóra, ég veit það ekki. Þú getur ekki fengið lok allra sagt. Nei, það er satt. Sérstaklega þetta endaði með slagsmálum, ég það eina sem ég get sagt þér. Já, ok, þannig að ég hef lesið þetta, en ég man ekkert, eins og alltaf. Það bara ég hef lesið eitthvað mjög mikið, en ég man ekki neitt. Ég man samt eitthvað með að Pétur sagði tvisvar nei. Og þegar ég sá hérna sýninguna Superstar í Borgarleikhúsinu og Pétur afneitaði Jesú tvisvar, segir áður en halinn galar einu sinni verður þú búin að afneita mig tvisvar, segir Jesú, sjáðu þetta mann ég samt. Og ég var að leika á öðru sviði og læddist bara inn í salinn til þess að sjá þetta upp í Borgó og ég horfði á þessa senu og ég grét svo mikið af því að það var eitthvað með það að Jesú sæi að við erum, af því að Pétur segir ég er alltaf með þér í liði, ég styð þig í gegnum súrt og sætt og ég er þinn maður Jesú, ég er þinn maður. En Jesú, ég veit ekki af hverju hann vissi að Pétur myndi svíkja hann, en það tók svo á mig að sjá Pétur svíkja hann, af því að ég veit að ég er líka Pétur. Og það er bara þetta eru svona verstu stundir lífsmanns þegar maður finnst mér. Þegar maður bregst einhverjum. Þegar maður bregst sjálfum sér í að vera heiðarleg manneskja og standa með sínum og er allt í einu komin í lið með einhverjum öðrum og er að svíkja félaga sinn sem er í rauninni oft einhvern veginn vængbrotin vinur manns eða einhver sem er svona, þú veist, á ekki Já, ég meina það kjark þess að standa með þeim sem er sparkað í stundum, skilur þau? Já, eða eru umdeildir og allt þetta. Þetta allavega, þetta snerti mig mikið, þannig að það er margt svona... Heldur þú komist í gegnum að lesa þennan kafla og fara að grenja hérna? Nei, ég fór næstu að grenja á þann þegar ég var að segja þetta. En mér langar að líka það byrja eitthvað svona, Jesú var, eitthvað svona, þú veist, það var eitthvað svona, Jesú, þegar Jesú hafði... Jesú var átt að chilla. Já, út með. Nei, það var eitthvað, ég fann eitthvað. Sko, en svo var kona sem kvartaði við megum ekki lesa of langa kafla. Ok, gott að heyra það. Já. Af því að við stundum... Reynda að finna bara eina setningu. Já, þannig að við lesum eitthvað í þessum Fannst henni leiðilegt að heyra okkur lesa svo mikið? Já, hún sagði bara, ég er svona aðeins missi þráðin ef þetta eru of langi lestra. Já, við lásum mjög mikið upp úr ilminum til dæmis. Já. Það var bara svo geggjaður kafli. Já, ég meina, okkur fannst það bara svo gaman, sko. Já, okkur fannst það bara, við vorum bara skemmt. Heyrðu, ég ætla aðeins að... Ég las það, sko. Veist þú ert með hristuna hérna? Já. Ég ætla bara að fá að æfa með hana því ég bara fengi að spila hana einu sinni. Já, ég held að vilja enginn framhald á þessu ljóði. Nei, það er komið. Hvað má bjóða þér að drekka? Viltu kannski kaffi, vínan? Auðvitað vil ég bara kaffi. Já. Og ég vil hellir upp og bara svona upp á gamla mótan, ekki gegnum sokk, heldur ég gegnum svona poka. Okay. Og ég vil fá rúbínkaffi. Þetta svarta sem er bara eins og atómsprengja inn í daginn. Já, ég vil milda, ég vil þetta rauða. Ok. Rúbínkaffi. Ok, herðu, ég fann þetta svo fínt heima. Já, það er alltaf að ég klippi þetta bara í burtu þetta þegar ég er að leita hérna. Jesús dæmdur til dauða, það er leiðilegt.
Getur ekki bara lesið þeirra krossfestinguna? Hér hann greinilega búið á krossfestana því að María grætur yfir gröfinni. Þegar Jesús hafði þetta mælt, fór hann, þetta er Jóhannesar guðspjall, fór hann út með lærisveinum sínum og yfir lækinn Kedron. Þar var grasagarður sem Jesú gekk inn í og lærisveinar hans. Júdas sem sveik hann þekkti líka þennan stað, því Jesús og lærisveinar hans höfðu oft komið þar saman. Júdas tók með sér flokk hermanna og verði frá æðstu prestum og faríseum. Þeir koma þar með blysum, lömpum og vopnum. Jesús vissi allt sem yfir hann myndi koma, gekk fram og sagði við þá: Að hverjum leitið þér? Þeir svöruðu honum: Að Jesú frá Nasaret. Heyrðu, það var nefnilega þetta sem ég vildi lesa, Júdas. Af hverju vissi Jesú að Júdas myndi svíkja hann? Af hverju vissi hann það bara? Það er þetta sem er svo skemmtilegt. Hann bara fann að hann gat ekki treyst honum. Maður finnur svoleiðis hluti, Dóra. Já, en í spunasýningun okkar, þá komst við líka að því að Júdas, þú veist, þegar Jesús sagði þetta, einn ykkar mun svíkja mig, þá lék annarkvort Bergur eða ég, Júdas, ég maður ekki, eða Barbara eða Úlfar, þá var þetta eins og hlutverk sem var að því að hann dýfir brauði í súpu og réttar og þá hann segir, það er eins og Satan hafi farið inn í Júdas við að fá brauðið. Júdas fekk verkefnið og hann var fastur með verkefnið og hann vissi að hann varð að gera það til þess að sagan myndi gerast. Það var eitthvað. Lestu aðeins áfram? Já, ég ætla að reyna, ég verð að finna þetta sem ég leita. Vá, hvað er leiðilegu þáttur ef ég bara... Nei, en býtu, þarna sem þú varst á þann? Já, hérna. Stöldurum frekar við og stoppi með eitthvað sem við skiljum ekki. Ok. Kvöldmáltíð, já, stóð yfir. Djöfullinn hafði þegar blásið því í brjóst Júdasi Símonarsyni Ískariots að svíkja Jesú. Jesús vissi að faðirinn hafði lagst allt í hendur honum, að hann var frá Guði kominn og var að fara til Guðs. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig. Síðan hellti hann vatni í munnlaug og tók að þvo fætur lærisveinanna og þerra með líndúknum sem hann hafði sig. Ok, skýrdagur. Hann kom þá að Símóni Pétri sem segir við hann: Herra, ætlar þú að þvo mér fæturna? Jesús svaraði: Nú skilur þú ekki hvað ég að gjöra, en seinna muntu skilja það. Pétur segir við hann: Aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína. Jesús svaraði: Ef ég þvæðir ekki, áttu enga samleið með mér. Símon Pétur segir við hann: Herra, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Jesús segir við hann: Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvoast nema fætur. Hann er allur hreinn og þá eru þið hreinir, þó ekki allir. Hann vissi hver myndi svíkja hann og því sagði hann: Þér eruð ekki allir hreinir. Þegar hann hafði þvegið fætur þeirra, tekið yfirhöfn sína og sest aftur niður, sagði hann við þá: Skiljið þér hvað ég hef gjört við yður? Þér kallið mig meistara og herra og þér mælið rétt, því það er ég. Fyrst ég sem er herra og meistara hef nú þvegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi, að þér breytið eins og ég breyti við yður. Og svo kemur hérna: Sannlega, sannlega segi yður þetta kunni við. Já, ég meina, Kristur að þurrka út allt sem heitir skipting manna á milli. Já, þjónn ekki meiri en herra. Hans, né sendiboði meiri þeim sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir ef þér breytið eftir því. Nákvæmlega. Já. Þetta bara snýst það að allir menn eru jafnir og það var boðskapur Krists. Og hann var náttúrulega alltaf að reyna að koma í veg fyrir að lærisveinarnir, þessi fangrúpa, þú veist, myndi fara á egotrippa því þeir væru vinir hans. Skilurðu, hann var að reyna að útskýra fyrir þeim: Strákar mínir, já, þið mér alveg kalla mig meistara, en þið eru bara alveg jafnir mér og ég jafn ykkur. Og ég kem hérna til að sýna ykkur, þið rauninni sjáuð föður minn í mér, þið sjáuð eitthvað ljós í mér sem þið viljið fyrir ykkur, en ekki sitja á stall, ljósið er ekki á stalli, það er bara, það er. Já, ég meina þetta er bara the art of separation, leið og einhver er orðin the other,
eða öðruvísi, eða hærri, eða valda meiri eða eitthvað, þú veist, þá þetta búið, þá ertu komin í samkeppni. Einmitt. Á ég að fara í krossfestinguna? Já, ég veistu það, ég eitthvað stemmt fyrir krossfestingar núna. Ég veistu það, ég er með svona geðslag fyrir krossfestingar í dag. Já, ég svona róleg, þú sér að ég í öllum hvítum fötum, ég eiginlega í náttfötum. Já, og ég klædd í allt svart, þannig að ég fulltrúi, sem sagt, myrkraveldisins og þú hins bjarta í dag. Já. Dóra mín, það verður einhver að taka að sér að vera fulltrúi þeirra sem leynast í myrkrinu. Já, og saman erum við yin og yang og myrkrið ekki til án ljóssins og öfugt. Jesús krossfestur heitir þessi. Já. Þeir tóku þá við Jesú og hann bar krossinn og fór út til staða sem nefndist Hauskúpa á hebresku Golgata. Þar krossfestuðu þeir hann og með honum 2 aðra sinn til hvorrar handar, Jesús í miðið. Pílatus hafði ritað yfirskrift og setti hann á krossinn, þar stóð skrifað: Jesús frá Nasaret, konungur gyðinga. Margir gyðingar lásu þessa yfirskrift því staðurinn þar sem Jesús var krossfestur var nærri borginni og þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku. Þá sögðu æðstuprestar gyðinga við Pílatus: Skrifaði ekki konungur gyðinga, heldur að hann hafi sagt ég er konungur gyðinga? Pílatus svaraði: Það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað. Þegar hermennirnir höfðu krossfest Jesú, tóku þeir klæði hans og skiptu í 4 hluta og fékk hver sinn hlut. Þeir tóku og kyrtilinn en hann var saumlaus ofan í eitt ofan frá og niður úr. Þeir sögðu því hver við annan: Rífum hann ekki sundur, köstum heldur hlutum hver skuli fá hann. Svo rættist ritningin. Þeir skiptu með sér klæðum mínum og köstuðu hlutum kyrtil minn. Ok, þetta eitthvað svona staðfesting á einhvern spádómi sem kom einhvern tíðan. Áfram, þetta mjög spennandi. Þetta gjörðu hermennirnir. En hjá krossi Jesú stóð móðir hans og móðursystir María, kona Klópa og María Magdalena. Þegar Jesús sá móður sína standa þar og lærisveinninn sem hann elskaði, segir hann við móður sína: Kona, nú er hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveininn: Nú er hún móðir þín. Og lærisveinin, það María Magdalena? Er hún lærisveinin? Já, það ekki? Jú. Og frá þeirri stundu tók lærisveinin hana heim til sín. Jesús vissi að allt var þegar fullkomnað. Þá sagði hann til þess að ritningi rættist: Mig þyrstir. Þar stóð ker fullt af ediki, þeir sættu njarðarvött fylltan ediki á ísópslegg og báru að munn hans. Þegar Jesús hafði fengið ediki sagði hann: Það er fullkomnað. Þá hneigði hann höfuðið og gaf upp andan. Nú var aðfangadagur og til þess að líkin væri ekki á krossunum hvíldardaginn, báðu gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, enda var mikil helgi þessa hvíldardags. Hermenn komu því og brutu fótleggi þeirra sem með honum voru krossfestir, fyrst annars, svo hins. Þess að brutu fyrst fæturnar á öðrum og svo brutu þeir fæturnar á hinum. Það var svo gott að hafa það í Biblíunni. Þú ákveður að brjóta fæturnar á einhverjum í kvöld? Já, en ég ætla að gera bara einn í einu. Já, ég ætla að við erum dálítið þétta viku. Já. Það eru svona 8 sem ég verð að fótbrjóta í vikunni. Þegar þeir koma Jesú og sá að hann var þegar dáinn, brutu þeir ekki fótleggi hans. Nei. Ok, það var nú gott fyrir þá og þurfu ekki að gera það. Nú langar mig til nýs af því að þú sagðir að það verið svo gaman það. Já, og það sem kom mér á óvart, það eru strendur þar, svo eru geggjusöfn þar, það er náttúrulega veitingastafnir eru sko brjálæðislegir. Ég fann líka verslanir sem voru svona töfraverslanir og svo... Hvað meinarðu með töfraverslanir? Það var bara með svona... Svona einhverju hlutir sem þú sér ekki annars staðar? Já, svona gamlir listmunir eða einhverju sérstakir hlutir. Það er næs. Ís. Æsland er... Viltu lesa aðeins meira fyrir mig krossfestinguna? Af því ég líka þarf að, mástu, fótbrjóta 8 í vikunni. Meira frágang á fótum. Já, meira frá... Ég held, jú, það bara... Þeir segja bara, þú veist, hann fekk bara þannig síðuna. Þetta var til þess að ritningi rættist. Ekkert, já, þá rættist líka sú ritning. Þú sá spádómur, eða, já. Ekkert bein hans skal brotið. Ok, flott, það var ekkert brotið. Og enn segir önnur ritning: Þeir munu horfa til hans sem þeir stungu.
Það er sérst horfa til Jesú, af því hann var stunginn. Jósef, Sko Jesú náttúrulega er bara dæmisaga það hvernig heimurinn hefur farið og fer oft með velvilja fólk. Skilur við? Já. Þú veist, hann talar fyrir sameiningu, fyrir hlutleysi, fyrir sko að allir séu jafnir og allir eigi að hjálpast að og við eigum að skjóta skjólshúsi hvert yfir annað og koma hvert öðru til bjargar. Og það er náttúrulega ekki þetta að tala fyrir slíku í samfélagum eða það eru menn sem að vilja ráða og drottna. Nei. Skilurðu? Já. Þannig að hann er bara dæmisaga þetta, skilurðu? Hann er bara dæmisaga þetta, það verður bara að reyna, hann er bara dæmisaga hinn góða vilja í manneskjunni og það er náttúrulega... Sem þarf að deyja. Já, sem að, þú veist, þeir sem vilja stjórna, vilja drepa. Vegna þess að ef að fólk er bara öruggt og býr við vinarþel og kærleika og hjálpsemi í sínu umhverfi, þá er það ekkert endilega neitt svona stekkur það ekkert upp til að fara að tilbyða einhver skurgoð eða einhverja kónga og drottningar, sko. Nei, hann er alveg bara, hann er í samferða bara veðrinu og lífinu og undiröldinu og hreyfingun og hann veit að bara ég verð krossfestur eða ég mun, þú veist, fórna lífi mínu. En hann segir líka, það var eitt sem ég las áðan sem ég finn ekki núna, sem er þetta hérna með að sá sem elskar sig, hann verður ekki eilífur. Það var eitthvað með, þú veist, að maður er fræ og þegar maður deyr, þú veist, og það er sagt hér í Biblíu sá sem hata sig. Manstu þegar Hálfdan var að lesa fyrir ykkur þýðingar þetta með að hata. Þetta var nefnilega þetta með, sko, það er ekki að hata sig svo ég hata mig heldur sá sem er til í að fórna lífi sínu, hann verður eilífur því að þá fellur fræið maður sjálfur í jörðina og verður að tré eða nýju blómið einhverju sem að vex áfram. En sá sem að elskar líf sitt svo mikið að hann vill ekki verða að fræi, vill ekki deyja til þess að eitthvað geti sprottið af sér. Já, þetta var eitthvað svona. En til dæmis eins og í þarna kaflanum kærleikan, þá er það samt sagt sko alveg berum orðum. Það er ekki að elska að fórna lífi sínu fyrir annað fólk eða lifa fyrir aðra. Það er ekki að elska. Það er bara, þú veist, en það er bara... En sá sem óttast dauðan, það er bara, þú veist, ef þú óttast ekki dauðan, nei, ef þú tekur dauðanum fagnandi, þú veist, þá er ég ekki að meina að fórna sér, heldur taka honum samt fagnanda því að þú veist að þú ert ekki dáin, heldur að þér sprettur eitthvað, eða það er ég alveg í röglinni. Nei, en sko, mér finnst bara svo erfitt vegna þess að það er óumflýjanlegt að við verðum eitthvað annað eftir að við deyjum. Já. Það er óumflýjanlegt af því að, þú veist, við erum bara efni eins og allt annað í heiminu sem er efni. Við erum ekki að fara neitt. Nei. Ég meina, þú veist, ef við erum grafin í jörðina, þú veist, þá vöxum við upp og verðum eitthvað. Þú veist, ef við erum brennt, þá förum við líka út í andrúmsloftið og verðum eitthvað, skilur við? Já, einmitt. Við getum ekki farið. Já, ég meina, eilífleikin er bara, eina sem er í boði fyrir alla. Já, það er alveg í boði fyrir alla, sko. Eilíðin, sko. Já. Ég er búin að fatta eitt, að ef maður á bara marga litla reikninga, þá getur maður átt marga litla drauma, þú veist. Já. Já, þú veist, ferðalagasjóðurinn. Einmitt, sumarbústaðasjóðurinn, nýi sófasjóðurinn, skilur. Til dæmis, já, og frábær kaffivélssjóðurinn. Nákvæmlega, og þetta kenndi Íslandsbanki mér. Vá. Dóra, af hverju erum við með önd á milli okkar? Getur eitthvað... Það var eitthvað sem ég er að vitna í hérna Ólafar og hana hérna... Já, og Kolbrúnu. Já, Ásta. Andarpunkturtakið. Já, andartakið og önd, játtinga, þetta er ungi. Já. Þetta er andarungi. Er þetta þinn? Nei, þú átt hann. Já, ég held nefnilega að þetta væri mín önd. Já, og ég sett hann þarna bara til þess að... En þú manst þegar við vorum fyrir þá sem horfa á YouTube. Já, þú manst það þegar við ákveðum að fara af stað með þetta podcast. Þá ætluðum við að stofna fyrirtæki sem heitir Andvarp. Utan podcastinn. Og ég nefnilega keypti lénið, við eigum Andvarp. Já. Það er líka gott sem útvarp. Andvarp, hjónvarp, Andvarp. Andvarpið. Andvarpið. Já.
Herðu, ég tók með sálmabók. Já, mér Nú líst þarf vel ég á það. nú þarf ég að setja upp hérna sólgleraugun því ég Já. finn ekki lesgleraugun mín. Já. Ég er eyðilega yfir þessu. Þú veist, maður er svo ógæðislega miðaldra, maður er farin að glutra, það er bara merkilegt að ég kann að skrifa nafnið mitt lengur, Halldóra. Já, þú ert orðin það blind. Ég er orðin það blind. Hugsaðu ef við værum með guðfræðingarna með okkur sem gæti bara sagt okkur allt þetta sem við erum að reyna að finna og munum ekki. Nei, við höfum ekkert við guðfræðing að gera, Halldóra. Það er samt mjög gaman að tala um Já, guðfræðinga. ég veit það. Bíddu nú við, hvaða sálm viltu að ég lesi? Bara einhvern sem að við getum skemmt okkur konunglega yfir. Þetta er sálmur númer 140. Af helgum augum hrynja tár, í helgri sál er tregi sár og hryggð í helgu geði. Hví grætur sá er gefur fró, hví grætur mannkins líf og ró, hví grætur himna gleði. Hvort grætur drottinn af því hann eigir höfuð skelja stað og sér þann kaleik kvala sem honum byrlar heftug þjóð, er hatri láta vill hans blóð og öfund sinni svala. Nei, tár af því ei hrundu hans, því hugrökk sál var frelsar hans og föður fús að hlýða. Hann beiskju dauðans bitra fann, en bikar tæma vildi þann í botn til lausnar líða, til að frelsa mannkynið. En af því grétan að hann sá að ávalt deyð hans margir smá og sína synd ei játa. Það særði blessað hjartað hans. Hver hyggileg er blindni manns er vill ei læknast láta. Þetta er bara, þú veist, á efsta degi, ertu til í að horfa og feysa allt saman, skilurðu? Og Jesú er bara frekar happy-go-lucky á krossinum vegna þess að hann hefur lifað í sátt og samlyndi við sínar hugsjónir og sína trú. Hann gerði allt eins vel og hann gat og það dugði honum. Og það ætti náttúrulega að duga flestum, sko. Já. En allavega, gæt þín maður grát í dag, þitt grátlegt á sig komu lag og djúpu synda sárin, ef heitt þú iðrast seka sál, þér sína slokknuð reiði bál, þíns drottins dýru tárin. Grát nú blindu sálum síð, í syndum allt of langa tíð, þú lást og lékst í næði. Lít þú tárins lausnar hans og lát þú blíða grátrödd hans, þitt sefa syndugt æði. Það er alveg verið búið? Já. Lít hans tár, þau lýsa því, að lendi hver sá glötun í, er ei af löstum lætur. Lít hans tár, þar hljómar náð, og líkn á móti þér, sála þjáð, ef sárt af synd þú grætur. Og lof sé þér, vor herra hár, hrynja lest þín blíðu tár, að bæta bölið þunga, svo heilög dögg hjörtum fró, og hreldum sálum veitir ró, engin tjáð fær tunga. Þetta er rosalega fallegt, þetta er bara allt það sem að tárin geta sagt þegar að fólk getur ekki komið í orð, það sem það vil segja. Og manni finnst nú svolítið verið að tala Krist þarna, finnst þið það ekki? Já, heldur betur. Þó guðfræðingar sem að við erum ekki með, ég legg til Halldóra að þessi önd sé guðfræðingur. Guðfræðingur dagsins. Nú ætlum ég að spyrja, Heyrðu, ég kom með trúðanef. Ég get verið líka, ég set á mig nefið og get talað fyrir öndina. Eða ég get verið Barbara í að ræða þetta eitthvað. Nei, tökum frekar trúða, en vertu bara öndin. Ok, ég skal vera öndin. Ok. Kæra önd, þú sem ert guðfræðingur. Já.
þessi sálmur, Já. Guðson kallar komið til mín, Já, Guðson kallar komið til mín. hann dauða Jesú Krist? Hann er vilja mannkynsins til að óttast ekki dauðan og þetta sé allt í lagi að því að andinn okkar er eilífur og að sjálfsögur rennum við saman við hið stóra á hinstu stundu. En rétt áður við skiljum við, þá að sjálfsögðu erum við tilbúin að horfast í augu við allt sem við höfum gert hingað til að því við vitum við komum aftur og við ætlum ekki að vera með eitthvað þessu rugli með okkur að vera leiðilegt að koma í annað líf, næsta líf og eftir þessu lífi og þurfa að gera þetta aftur, þetta sem maður klikkað á. Er það rétt, svona að lokum? Óps, já. Ert þú fyrsta öndin sem er ráðin við Háskóla Íslands við að kenna guðfræði? Já, ég er svo fyrsta. Og sko, var ekkert mál að fá að komast í starfið? Voru ekki margir sem sóttu og þú væntanlega verið eina öndin? Já, ég var eina öndin og það var það sem kannski gerði útslagið fyrir mig af því að við höfum verið jaðarsettar, öndinnar. Já. Og hérna... Oh my god, ertu í hópi sem þykist vera jaðarsettur? Nei, ég sagði það ekki. Þú sagði það. Þegar þú sagði við endur eru jaðarsettar? Já, við höfum verið jaðarsettar. Ok. Ertu woke? Það er nákvæmlega það sem ég var að hugsa og þú myndi segja næst. Já. Vænum það. Já, ég er woke djók. Woke djók? Já. Ok. Þannig að ég auðvitað þreytti öll próf til að komast þetta inn, en þau vildu mína rödd. Það var að ég hef ákveðna sérstöðu. Já, þú náttúrulega andvarpar. Ég andvarpa. Og ertu stundum í andnauð? Ég er í andnauð, stundum. Segir oft andartak? Andartak. Já, og þeim finnst gott hvað ég er lítil og meðfærileg. Upp í háskóla? Já. Fékkstu minnstu kennslustofuna þá? Ég fékk ekki kennslustofu, ég fékk skókassan. Ég fékk pósthólf. Eitthvað svona. Veistu þetta, Dóra, við þurfum ekkert að fá guðfræðing. Við erum komið með okkar eigin guðfræðing hérna í þáttinn, þessa önd. Já, það er alveg satt. Við erum komið með guðfræðing og mér langar þá að spyrja hann, nú næst leikur þú öndina. Já. Og ég ætla að spyrja þá, hvernig leggur þú út af við nefndu þína samband Jesú við Pílates? Pontius Pílatus? Já, Pílatus. Já, ég ætla nú að byrja því að segja að það er nú alls ekki rétt sem kom fram hérna áðan að öndin sem var hérna í viðtali áðan sé eina öndin sem starfar við Háskóla Íslands. Nei. Ég er búin að vera stundakennari við Háskóla Íslands í núna hartnær 40 ár og fyrirgeðu ég er svo upptekinn af sjálfum mér að ég man ekki spurningur þeirra. Já, það var hérna með hvernig útskýrur samband Krists Jesúm við Pontius Pílatus? Ég held að Jesú Kristur sem ég geri alveg fastlega ráð fyrir að hafi haft töluvert skopskyn. Að ég held að hann hafi í Pontiusi Pílatusi séð þá eiginleika manneskjunnar sem verður illa upprætt og verður til á öllum tímum. Sem sagt svona kóngar, drottnarar, yfirboðarar og svona já, þeir sem þykjast öðrum æðri. Auðvitað sá hann það. Og hann sá sem sagt valdasýkina, hrokan og graðgeta, sá hann Jesús. Og þannig ég held að við séð hann í réttu ljósi og ég held að hann hafi alltaf skilið að Pontius Pílatus myndi aldrei þola mann eins og Jesú. Hatjú! 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 Það líkur þessum kafla. Já, ég er ekkert rosalega orkumikil núna, Steina. Nei, fólk verður oft svolítið sorgmætt á páskunum. Já. Þetta er skrítinn tími og þessi, ég veit ekki, þótt að fólk sé ekki trúa og þá, þú veist, þá er þetta alltaf áminning um það hvernig
hvernig mannkynið getur farið illa með það góða. Já, og svo ef við förum bara... Við stanslaust sjáum það, hvernig einhvern veginn saklaust gott fólk endalaust barið niður, sko. Já, en svo, og ef við tökum það út úr þessari heimspeki og förum bara alveg yfir í bara hérna, horfum út á hafið og það bara ennþá vetur þó það eigi að vera að koma vor og þú veist, þetta tími þar sem við erum í úthaldi. Þetta svona, við erum að halda út, þú veist, og við erum að byrja að bíða eftir vorinu og sumrinu, sko. Þannig að þetta svona, getur verið svolítið þungt í manni, en það ekki? Jú, það getur verið það. Þetta úthaldstími, en svo koma páskarnir og þeir lofa manni því að nú fyrir eitthvað að gerast. Páskarliljur og ungar og eitthvað. Og sumarið og ég meina píslagangan, hún náttúrulega líka, þú veist, hún þessi tiltekt sem að margt fólk kýs að fara í. Já. Þú veist, þegar einhvern veginn á miðjum aldri, fólk svo leitt á því að vera það svo þreytt á sjálfu sér. Já, hefur þú farið í píslagöngu? Já. Nei, menn að þú ert búin að vera í píslagöngu. Já, ég hef alveg tekið út píslagöngu, þú veist, að gangast við alls konar hlutum úr fortíðin og svona. Og veistu, ég meina meira svo fræg að ég bjó tíma í Los Angeles við götu sem hét Via Dolorosa, þjáningavegurinn. Ég legg ekki meira á því. Nei, þannig að, sko, ég hef ekki bara gengið hann, Dóra. Já. Ég hef ekki bara ganga hann til fulls. Nei. Af því að, þú veist, þetta raunverulega alltaf eins og hjólastígur með manni í lífinu. Fylgir manni, maður kannski að keyra, en þú veist, píslargöngustígurinn alltaf hliðin á. Hefur eitthvað svona togi að fara eins og þannig, þú veist, til Spánar og ganga þannig? Nei, mér veistu það, ég bara varpa byrðunum að mér á leiðin út í Bónus. Já, það þínar píslagöngur. Já, ég meina, píslagangan getur verið hvar sem maður þarf ekki að fara náttúrulega stað. Nei. En jú, ég hef alveg gaman að ég á vinir sem hafa gengið þetta, Compostela, já. Og ég hef alveg gaman að því. Já. En ekki til að varpa mig byrðum. Ég veist betra að gera það bara á planinu hjá Krónunni og Bónus eða hvar sem er. Já. En ég hugsa að sé svona næs að fara í svona, þú veist, ég held að allt svona sem þegar þú gerir svona rútínu, þú veist, að ganga alveg stanslaust í mánuði eða eitthvað, þá gerist eitthvað, sko. Já, klárlega. Það bara eins og löng mantra, sko. Já, ég á nú vinahjón mín fóru og gerðu þetta, portugalsku leiðina, alveg 5 vikur eða eitthvað. Já. Og þau sögðu bæði að þetta væri svona einhver magnaðasta upplifun lífs þeirra. Já. Að þetta hefði verið algjörlega, bara svona algjör hreinsunareldur, einmitt þetta. Já. Að ganga svona langt á hverjum degi og vera svona einn með hugsunum sínum og allt þetta. Held það nefnilega. Já. Ég var alveg til í þetta hverju. Já, ég var alveg til í þetta líka. Kannski eigum við að gera þetta saman. Já, ég held nefnilega að fyrst byrja maður að labba saman og kjafta. Svipin eins og nennir ekki með mér. Jú, ég nefnilega með því, en hlusta það sem ég ætla að segja. Ég held nefnilega fyrst löbbu við hlið, svo ímynda ég mér, á þess að ég hef nokkurn tíðan spurt einhvern að þessu, að við förum að ganga einar. Já. Eftir nokkra daga. Af því að þá bara farir maður á þann, þetta svona eins og þegar ég fór að þegja, var ég búin að segja frá því hérna í podcastinu, þegar mér var sagt að þegja í viku. Hvað gerðurðu það? Já, ég gerði það. Ég var að æfa samt leiksýningu og ég mátti tala bara textan sem ég var með í leiksýningunni, en það var svona, þú veist, fyrst fannst mér ógeðslega erfitt að þegja, þú veist, óttaðist að brjóta upp munstrið mitt, en svo byrjaði ég að finnast rosalega heimskulegt það sem allir voru að segja, þú veist, og svo fór mér að finnast óbúslega sorglegt það sem allir voru að segja og ég fór í gegnum svona nokkra leigera af því að vera ekki alltaf að tjá mig. Og maður þarf svona svolítið að ganga held ég nokkra daga og svo allt í einu byrjar maður að fíla það að vera að ganga einn held ég nefnilega. Þegar maður fer þetta hérna postilló til postilló. Já. Ég get ímyndað með það. Þú veist, allt sem að maður gerir svona pingu lengra en maður vanur að gera, þá kemst maður dýpra og þá byrjar eitthvað að birtast. Algjörlega. Ég bara leið, sko, ef maður gerir hlutin alltaf eins, þá er maður alltaf sömu útkomu. Já, þannig að bara, ef maður breytir bara einhverju pínu litlu, þá opnar það alltaf endalausar nýjar dyr. Já. Og þetta náttúrulega, sko, fyrir ekki að þegja í viku, mér finnst þetta svolítið ógulega æfing. Þetta minnir mér samt pínu á æfinguna sem að, EMDR, þerapistin sem ég fór til, lét mig gera sem var að hafa ekki skoðanir á neinu í heila viku. Já. Og var ég ekki búin að tala um þetta? Jú, en gerði það bara í eina viku? Já, ég gerði það bara í eina viku, en þetta finnst, en sko, vegna þess að mér fannst, þú talar um hvað þú observeraði eða hvað þú sást hjá öðrum og þú eru örugglega fundið þetta hjá sjálfur þér líka,
það sem að mér fannst fyndnast að sjá var viðbragðið í líkamanum á mér þegar ég vildi taka undir eitthvað í samræðum, þegar ég vildi leiðrétta eitthvað í samræðum, þegar ég vildi hafa vit fyrir einhverjum sem ég fannst verið að tala tóma tjöru, eða þá að ég vildi hreinlega bara skipta umræðefni og svo leiðilegt, ég var með miklu betri hugmynd. Og eða þá að fólk var að segja eitthvað og ég var alveg svo óþælum á það því ég vissi svo gjörsamlega hvað það ætlaði að segja, að mér langaði að segja það fyrir það, þannig ég þurfti ekki að bíða eftir því að þau segðu það. Einmitt. Og dálítið fyndið að sko rekast á allt þetta í sér og þegar maður tekur svona aftursætið og gerir ekki neitt, þá sér maður að sko að þessar tilfinningar, þú veist, ég klárari, fyndnari, gáfari og allt þetta sem að, þú veist, sem að ég er ekki að segja það, það búi alltaf á baki því að fólk takir þátt í samtölum, en oft ef það verið að takast á með eitthvað, þú veist, þá stendur ykkur og segir, þetta er ekki rétt hjá okkur, þetta er svona eða hins einu, blablabla, og ég hef sannarlega sjálf verið oft uppvísað þessu, að hvaða nú er sem að maður finnur þörfina sem vill brjótast út, hún á sér upptök á mismunandi stöðum í líkamannum, sumt er svona eins og í göttinu, skilur við maður bara bregst við, bara það kemur svona, já, og annað er svona í hjartanu og annað er svona í heilanum eitthvað svona, hvað vill þið þetta, eitthvað svona, þú veist, og þetta býr alltaf á mismunandi stöðum inn í manni og svo byrjar maður að sjá auðvitað þessa verkferla hjá öðrum þegar maður er ekki að taka þátt, þá byrjar maður að sjá, já, hann kemur nú alltaf og segir brandara til þess að létta andrúmsloftið en líka til að forðast að fara að ræða nokkuð tíman eitthvað á dýptinni. Þá byrjar maður að sjá gjörðir fólks annara og alveg án nokkura dómhörku. Já, og maður gerir, nefnilega maður sér ekki þetta hjá öðrum fyrir maður byrjar að fara, stoppar sjálfan sig. Ég veit. En þess vegna segi ég líka einmitt, ég upplýði allt þetta sem þú ert að tala sko. Fyrst var ég bara að finna bara auto-impúlsinn minn að taka þátt í öllu og vera alltaf kommentir á allt. Já. Og þegar maður kemst gegnum heila svona viku, þá langar mann í rauninni ekki að taka þátt. Það verður svo óbóðslegu friður innra með manni að gefa sér þessa pásur. Nákvæmlega, það sem maður kemst að er það að það er bókstaflega engin eftirspurn eftir þáttökum hans. Nei. Bara aldrei. Já. Nei, bara aldrei. Já. Sko, að því ég var í Marokkó um daginn og Ramadan, hún er mjög mikið líka að stilla sig þetta. Þeir eru sko borða ekki á daginn, þeir fasta allan daginn, borða ekki að drekka frá því að sólin kemur upp og þangað til hún sest, en þeir eru líka að fylgjast með sér að segja bara fallega hluti og sitja á sér með að, þú veist, þeir eru líka að þjálfa sko gerðir sínar og orðin sín. Já, þetta er agamál, sko. Já, þannig að þetta er svona tími, þannig að 1 mánuð á ári. Styrkja sinn eigin karakter. Já, já. Þú veist, og líka þetta, stay out of drama, bara vernda sig. Þarf ég bókstaflega að taka þátt í öllum rifrildum sem er í gangi? Nei. Maður getur bara valið. Já. Þú veist, og svo getur maður bara valið að taka bara alls ekki þátt í þeim, sko. Já, og þetta, þú veist, með músagangina, hleyp ekki músin af stað inn í sér eitthvað. Já, einmitt. Þú veist. Þannig að, já. Ætlar þú, sko, þetta er nú eiginlega bara, sko, samviskuspurning. Ætlar þú að borða páskaegg um páskana? Já, ef það verður sett fyrir fram að mig þá borða ég kaupa oft þannig að þessi bara alveg númer 0 þannig til þess að fá Ertu að kaupa þau alveg allan febrúar, mars og apríl? Nei, ég er ekki búin að kaupa neitt. Það er með þess að eitt upp á ískáp sem hefur ekki verið borðað sem að Nikko fikk gefins í vinnunni hjá sér og ég er ekki búin að taka niður og éta því að í mörg ár þá höfum við fengið páskaegg og verið búin að borða þau og þurft að kaupa sko nokkur og sitja aftur upp á ískáp. Við hjónin. Nei. Jú, þetta byrjaði fyrir nokkrum árum að við byrjuðum að borða páskaegg og snemma þegar börnin voru sofnuð. Nei, alveg. Og þá bara, svo bara fórum við daginn eftir og keyptum hann og settum annað upp á. Og svo vorum við bara alltaf að borða páskaegg aftur og aftur. Og kaupum nýtt og sitja upp á skáp, þú veist. Og enginn vissi. Og við bara, það var svo fallegt hvað vorum samferða inn í þessa... Í gleppnum? Já, í gleppnum. Og var þetta svona þegar kvöldin, er til eitthvað súkkulaði? Já. Nei, já, það er náttúrulega páskaegg. Já, og alveg saman, það er svo gaman að syndga saman.
Guð, það er svo skemmtilegt. Já, það er svo brjálæðislega gaman að... Það er ekkert gaman að vera glæpamaður einn. Nei. Það er held ég að sé hundlega. Nema þegar ég var að stelast þess að reykja einu sinni út á Spáni. Þá var ég búin að vera hætt að reykja í svolítinn tíma og ég var út á Spáni og þá var ég með skildi og voru með börnin okkar 2 þarna úti. Hann var sofnaður og krakkarnir. Þá læddist ég út á Svalir og þegar allir var sofnaður og reykti ein á svölunum. Og það var í myrkri. Það var geggjað kikk, sko. Geggjaðasta sígaretta veraldarsögunnar. Ég man hana svo, þú veist. Gerði þetta nokkur kvöld, þú veist, bara, þú veist, reyndi að... Hefur nokkuð velti fyrir þér Halldóra að byrja aftur að reykja? Nei, því nenni ég ekki, af því að þegar ég reyki, þá er ég svo erfitt með að vakna. Það er bara þess vegna sem ég reyki. Býta af hverju? Reykingar fara þannig í mig að það tekur mig klukkutíma að vakna á morgnana. Þetta fer svona rosalega í hausinn á mér. Já, ég skil. Bara ég verð svo ofboðslega þung. Annars myndi ég reykja. En eigum við að loka þessum þætti á, alltaf þú láta mig leika trúð. Og við lokum þessum þætti. Já. Heyrðu, við skulum loka þessum þætti með því að lesa eitthvað fallegt sem trúðar upp úr Biblíunni. Er það ekki? Hérna stendur, syndin er að þeir trúðu ekki á mig. Þetta er bara trúðarnir. Syndin er að þeir trúðu ekki á mig. Ég meina það er náttúrulega, sko, ef þú trúir ekki á hið góða, þá er út þig. Þú veist, maður verður alltaf að trúa á hið góða og halda í vona, annars er út hann, punktur. Dóra, sjáðu. Hvað? Sjáðu. Já, sjáðu. Langflottasta gleraugnabúðin. Ég hef ekki sagt þau þetta frá öndverðu af því að ég er með yður. En nú fer ég til hans sem sendi mig og enginn yðar spyr mig, hvert fer þú? En hryggð hefur fyllt hjarta yðar af því ég sagði yður þetta. En ég segi yður í sannleikann, það er yður til góðs að ég fari burt. Því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Hann er að segja að það er gott að hann sé krossfestur, af því að þá fer hann og þá kemur pappans til allra sem er Guð. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Syndin er að þeir trúðu ekki á mig. Ok? Réttlætið að ég fer til föðurins og þér sjáu mig ekki lengur og dómurinn að höfðu ekki, og ég skil ekkert í þessu. Ok, þú mátt lesa. Hvað sem þú vilt. En ef ég mátt að segja yður, en þér getið ekki borið það nú. Hann getur sagt þeim ógeðslega mikið, en þeir mun ekki skilja það þó hann segja það. Má sjá. Ok. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Já, bara þegar sannleikurinn kemur, af því að sannleikurinn getur ekki verið næstíð sannleikur. Sannleikur er alltaf alveg sannleikur. Hann er sannleikur. Já. Hann mun ekki mæla sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjör yður það sem koma á. Já. Hann mun gjöra mig dýrlegan því að mínu mun hann taka og kunngjör yður. Allt sem faðurinn á er mitt. Því sagði ég að hann tæki af mínu hverju og kunngjörði yður. Því sagði ég að hann tæki af mínu og kunngjörði yður. Hver? Faðurinn? Nei, sko hann tekur hann og segir einhverjum frá því. Og tekur eitthvað, það er bara eins og ég tek eitthvað sem þú átt og fer svo að segja þig, ég tók þetta frá Dóru. Já. Ok, ég er að segja þér þetta, en ég fattaði ekki upp á því sjálf, heldur verða Dóra sem fattaði upp á því. Eða þú veist. Já. Það er Guð sem fattaði upp á þessu. Jesú er að segja, ég fattaði ekkert upp á því að vera Jesú. Það er Guð sem fattaði upp á að hafa mig sem son sinn. Er það? Býttu, sko, þeir voru svo hissa lærisveinir, þeir segja, hvað er hann að segja við oss? Innan skamms sjáið mér
sjáu þér mig ekki og aftur innan skamms munið þið sjá mig og ég fer til föðurins. Þeir spurðu, hvað merkir þetta? Innan skamms? Við vitum ekki hvað að fara. Já. Og Jesús svaraði, þið spyrjast á það að ég sagði innan skamms sjáu þið mig ekki og aftur innan skamms munið þið sjá mig. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þið munu gráta og kveina en heimurinn mun fagna. Þið munu verða hryggir en hryggðiðar mun snúast í fögnuð. Þegar konan fæðið hún í nauð því stundinar komin. Þegar hún hefur alið barnið minnist ekki framar þrautar sinna fögnuði því að maður í heiminn borinn. Eins þér nú hryggir en ég mun sjá yður aftur og hjartiðar mun fagna og enginn tekur fögnuði yðar frá yður. Ok. Þú skilir þetta eða ekki? Ég skil þetta bara allt saman. Viltu að ég skil þetta fyrir þig? Þú mátt útskýra Nei, ég búin að skilja þetta fyrir okkur báðar. Já, skiltu það. Fyrir mig? Býti? Já. Þú ert búin að skilja það. Býti, það er smá eftir sem ég átti eftir að skilja. Nú ég búin að skilja það. Flott. Það er það. Ég finn að þú skilur það og þá ég alveg róleg af því að þú ert búin að skilja það fyrir okkur. Já, ég er búin að skilja það fyrir okkur báðar. Þá þarf þú ekki að vera eina að skilja. Nei, ég ætla aldrei að reyna að skilja þetta af því ég þarf þess ekki því þú skilur það. Fyrir þig. Fyrir mig. Heyrðu, já. Ding, ding. Ég ætla að taka mér þetta nef. Já, ding, ding, ding. Mér finnst alltaf svolítið, mér finnst þess að ég verði ekki tekin á alvarleg við þeim trúðstóð. Mér lakar svo rosalega, allir verði tekin alvarleg. Mér finnst ekki gera verið þetta, verið að koma þetta með trúðanir. Alls konar fíflagangur þetta. Heyrðu, þessum þættir lokið það? Þessi þáttur á enda Vákvæða, og sko þessar vornætur eða kvöld núna þessa dagana, ég hef eitthvað aðeins að ræða þetta. Þetta er svo óendanlega fallegi dagar búnir að vera og sólarlaugin á kvöldin, þetta er bara, ég hef mikið verið að velta því fyrir mér að hreinlega tjarga fyrir gluggana, bara vegna þess að ég get ekki búið við þetta útsýni bara sökum náttúrufegurðar. Nú ert þú að fara inn í tíma náttúrufegurðarinnar, sem sagt hérna út gluggann hjá þér, gardínulaus. Alltaf. Sefurðu með blindfold eða svona? Nei, mér finnst best hérna í miðjan júlí þegar sólin skín beint inn í svefnherbergisgluggann minn og ég get bara tanað á nóttinni. Já, þú liggur bara nakin í rúminu og tanar. Og tanar. Þá vitum við það. Jöp.